Stjórn Kaupþingsbanka ákvað á fundi þann 25. september að fella alfarið niður persónulegar ábyrgðir starfsmanna af lánum til hlutabréfakaupa í bankanum. Þessi gjörningur hefur verið gagnrýndur harðlega og nokkrir lögmenn sem Kastljós ræddi við í dag telja hann geti hugsanlega flokkast sem umboðssvik en slík brot geta varðað allt að 6 ára fangelsi. Gunnar Páll Pálsson formaður VR og fyrrverandi stjórnarmaður í Kaupþingi verður gestur okkar eftir augnablik en hann greiddi þessari ákvörðun atkvæði sitt. Þingmennir Pétur Blöndal og Atli Gíslason kom einnig til okkar og ræða þetta mál en við byrjum á að skoða hvaða mat lögmenn leggja á þessi ákvörðun Kaupþings að fella niður þessar ábyrgðir af lánum starfsmanna bankans. Jóhanna kynnti sér málið í dag. Með því að fella niður persónulega ábyrgð starfsmanna á lánunum er raunverulega verið að afskrifa kröfuna. Er mat þeirra lögfræðinga sem Kastljós bar þetta undir í dag. Skuldir starfsmanna bankans mynda hluta af eigin fé hans, þannig að við niðurfellingu svona persónulegra ábyrgða sé í raun verið að skera niður hluta af eigin fé bankans. Þessi aðgerð gæti að mati sérfræðingi refsirétti sem Kastljós ræddi við, varðað við ákvæði hegningarlaga umboðssvik. Ef stjórnendur í þeirri stöðu að geta tekið skuldbindandi ákvarðanir fyrir hönd bankans, sjálfum sér eða öðrum til hagsbóta, en bankanum til tjóns, til að mynda fellt niður kröfu á sjálfan sig og aðra, án þess að fyrir því séu réttmætar forsendur, gæti það mögulega flokkast sem umboðssvik í skilningi 249. greinar hegningarlagana og varðað alltaf 6 ára fangelsi ef brotið telst alvarlegt. Komið hefur fram að einhverjir starfsmenn bankans hafa þessu ári fært hlutabréfakaupi sín inn í einkahlutafélög. Það eitt og sér ekki athugavert, segja þeir sérfræðingar sem Kastljós ræddi við í dag, en ef að bankinn hafi gefið eftir persónulegu ábyrgðina og nægilega tryggingar ekki til staðar í félaginu, þá sé það gagnrýnivert því bankinn geti alltaf haldið persónulegra ábyrgð einstaklingan á láninu þó að það sé fært inn í einkahlutafélagið. Það að færa hlutabréfaeignina og lánið sem henni fylgir inn í einkahlutafélag losi á engan hátt sjálfkrafa persónulega ábyrgð, enda hefur það verið almenn stefna bankana að vera með eins miklar tryggingar og lánum og völ er á. Spurningi sem margir spyrja er hvort hægt sé að rifta þessum gerningum á grunni þess að þeir séu bankanum til tjóns. Þá er það mat lögmanna sem Kastljós ræddi við að þessi gjörningur muni auka þrýsting lánardrottna að gamla Kaupþing, sem starfar ennþá undir fjármálaeftirlitinu, fari í gjaldþrotaskipti sem fyrst, þannig að unnt verði á grundvelli riftunarreglna gjaldþrotaréttarins að rifta þessum gerningum. Gunnar Páll Pálsson, velkomin í Kastljós. Þú sast í stjórninni og þennan stjórnarfund þar sem þetta er ákveðið 25. september síðastliðinn. Hvaða upplýsingar liggja fyrir á þessum tíma það hversu margir þetta eru og hversu háar fjárhæðir? Ég hef ekki og fékk ekki upplýsingar hvað þetta voru margir eða hversu háar fjárhæðir. Enda vorum við kannski á þeim tíma að ganga út frá því að bankinn væri traustur. Við vorum á fundi þar sem við vorum að skoða reikninga, eiginfjárhlutfall var sterk og laust fé átti að vera nægjanlegt fyrir næsta árið næstum því. Auk þess höfðum við yfirlýsingar ráðamanna þjóðarinnar að bankakerfið yrði varið og því vorum við á þessum fundi að tala að við myndum komast í gegnum þessar þrengingar og ná stöðu okkar á ný. En hvaða sanngirni í því að fella niður ábyrgðir sumra hluthafa, annarra ekki? Já, sú staða sem við stóðum frammi fyrir var bara í einföldu máli 2 kostir og báðir erfiðir. Við gátum annars vegar krafist þess að starfsmennirnir myndu selja hlutabréfin sín og borga skuldir ef þeir var að komast í veðköll. Ef það hefði gert, þá er ljóst að það er tilkynningarskylt til kauphallarinnar ef stjórnendur að selja. Og það er alveg ljóst að það hefði valdið miklum ótta á hlutabréfamarkaði og ég fullir að það hefði orðið til þess að hlutabréf bankanum hefði fallið bara eins og steinn í vatn. Og það eitt og sér hefði sett bankan í þrot. Hins vegar höfum við þá valum það að hvetja starfsmenn til þess að eiga bréfin áfram, fella þá úr gildi þessar persónulegar ábyrgðir og vísu gátum átt von á því að hlutabréfaverð myndi falla eitthvað áfram. Í mínum huga sama fyrir þetta gæti kannski lækkað 10–20%, en þegar við kæmumst í gegnum þessi erfiðleika þá myndi hlutabréfaverð hækka á ný og hlutabréf myndi standa fyllilega undir þessum skuldum.
Og í ljósi þess að maður á sem stjórnarmaður að gæta hagsmuna hluthafana, að þá taldi ég þessa leið verða betri. En síðan gerðist atburðir og bankarnir féllu og það er alveg ljóst að þessi ákvörðun var tekin á röngum grunni. Já, en nú er þetta samt sem áður þannig að það gilda ákveðnar reglur í þessu samfélagi og það er margir að tala um það að þetta sé bara hreint og klárt lögbrot hjá okkur. Já, ég er ekki löglærður og skal ekki dæmi það, en... Fóruð ekkert yfir það í stjórn? Jú, ráðgjöfum sem við fengum er að við hefðum heimild til þess að gera þetta. Já, en hvað með það að þið séuð að mismuna hluthöfum? Þið eruð í raun og veru að tala fyrir munni sumra hluthafa að þeir geti ekki tapað meira heldur en sem nemur hlutabréfaeigninni á meðan þúsundir aðrir eru þeirri stöðu að þeirra veður og áfram með þeir á annar borð tekið lán fyrir hlutabréfakaupanum. Eftir að hyggja þá er þessi gagnrýni alveg réttmætt. En hins vegar þegar við erum að taka ákvörðuna, þá erum við að tala um að verja hagsmuni allra hluthafa. Hefðum við farið þessa leið að láta það selja, þá er mitt mat að allir hluthafar hefðu tapað sínu fé. Já, en er þetta ekki samt sem áður bara einhvers konar game sem að þeir eru að spila með stjórnendum bankans það að gera þetta og síðan vita aðrir hluthafar ekki neitt, þeir eru í myrkrinu á meðan að þeir eru að véla með þetta sem eru klárlega verðmyndandi upplýsingar og tilkynningarskyldar sem slíkar til kaupallarinnar? Ég bara tek það fram og líka út af innslagin hérna áðan að það er ljóst að þeir sem áttu hagsmuna að gæta í þessu máli, þeir vék á fundi þegar var að ræða þetta. Menn fóru yfir þessa hluti og menn vógu það voru henni 2 slæmir kostir og menn töldu að þessi kostur myndi verja hluthafa bankans meira á þeim tíma. Hinn kosturinn hefði leitt bankan í þrot eins og var síðan raunin á. Þannig það er alveg ljóst að ef hefði farið þá leið, já, þá hefði allir hluthafar tapað. Já, en samt sem áður... Þannig en eftir á bara, ég fer ekki til grafgötu með það, að það má líta svo á og það er náttúrulega verið þá bara einhverju lögfróðari aðil en ég að skera úr það. En velti stjórnin ekki fyrir sig hvort að það væri hreinlega verið að fara að lögum og reglum þessa lands, því að það skiptir í sjálfu sér engum máli hvort hlutabréf bankans er að fara upp eða niður, það bara gilda ákveðnar reglur. Jú, ég sagði við fengum lögfræðilegt álit á þessu og það var það að við hefðum heimild til að taka þessu ákvörðun. En hvað viltu segja við það fólk sem að býr ekki yfir þessum upplýsingum sem að þið búið yfir, eru samt sem áður hluthafarir í bankanum og eru einhvern veginn í myrkrinu á meðan þið eruð að véla um þetta? Þegar við erum að véla um þetta, þá er staða bankans traust. Eiginfjárhlutfallið hátt, mikið á lausu fé, þannig við vorum ekkert á leiðinni í þrot. Nei, en þið voru ekkert á leiðinni í þrot, en af hverju fóruð þið þá ekki hina leiðina? Það var það sem ég sagði áður, hefðu stjórnendur fara að selja... Ef að bankinn stendur svona sterkt, hefðu þá ekki bankinn lifað það af? Það voru náttúrulega mismunandi stöður, sumir voru að kaupa hlutabréf við skráningu bankans 2001, aðrir voru að kaupa hlutabréfum 2003-2004. Þannig það var náttúrulega mismunandi hvað hlutabréfaverð var langt fyrir ofan skuldirnar. Og í öllum meginatriðum þá voru veðin á bakvið þessi skuldabréf langt fyrir ofan skuldirnar. Já, en við vitum það líka að hlutabréfaverð er rokkandi og það getur farið niður mjög snögglega og með því að aflétta þessum persónulega ábyrgðum þá eru þið í raun og veru að fella niður verðmæti út úr bankanum. Já, það eru ekki fyrir en að hlutabréfið fellur. Já, ég meina þið eruð að fella niður verðmæti. Ég bara veit að þetta gerðist. Þið eru með banka sem býr yfir ákveðnum verðmætum, skuldir sem að bankin á eru með tilteknum hætti verðmætar, það eru skráðar þannig inn, síðan fellið þið þetta bara niður með einu pennastriki, tilkynnið þetta ekki til kaupallar, bara blasir þetta við að þetta er bara ranglega ekki staðið. Ég veit ekki hvort að það sé tilkynningarskyld að fella niður þessar ábyrgðir. Það náttúrulega var öllum heimild þessum starfsmönnum skilst mér að stofna einkahlutafélög og færa þessar skuldir yfir það. Það er náttúrulega gert í verðandi lánveitinga vegna hlutabréfakaupa. Og það er náttúrulega bara einföld ábyrgð á hlutabréfum á móti skuldunum. En finnst þér þú geta sagt við þína umbjóðendur hluthafa í bankanum að þú hefur verið að verja hag þeirra allra þegar þú býrð yfir upplýsingum og deilir þeim áfram til sumra hluthafa en annara ekki? Þú hlýtur að gæta jafnræðis á milli hluthafa. Við vorum... Allra hluthafa? Já, við vorum að þessu, eða mínu mati, ég er búin að margfæra yfir þetta, hefðu við getað tekið einhver aðra ákvörðun. Og ég tel að þarna vorum að reyna að verja hag allra hluthafa. Hefðu við farið hina leiðina, þá hefði bankinn farið í þrot. Er það svo einfalt? Í mínu mati, ég veit ekki, það var ekki farin svo leið, þannig ég get ekki vitað það. Þá hefði fyrir stjórn Kaupþings væntanlega setið upp sömu ámælum það að sagt stjórnendum að selja
Og við bærum sennilega líka ábyrgð á því að vera kennt að bankinn hafi farið í þrot. Já, en þetta svona einhver eftiráskýring. Já, en við erum líka að tala það sem gerðist eftir á. Við vorum að taka ákvörðun í september þegar bankinn var í góðri stöðu og allir trúðu því að bankakerfið á Íslandi myndi lifa. Finnst þér þið að það gert rétt? Þú sérð reiðina núna út í samfélaginu, þú sérð skrif fólks og heyri raddir fólks sem segja það bara ofur einfaldlega verið að svína á okkur hinum sem þurfum alltaf að borga okkar skuldir sama á hvað dynur. Svo þarna einhver valinn hópurinn í bankanum sem bara leystur út úr sínum persónulega ábyrgðum á meðan almenningur í þessu landi, líka félagar í VR, sitja eftir í súpunni, allt þeirra fellur og hrynur, hinir sleppa miklu billegar. Já, það að ljóst að það staðan eins og það í dag. Já. En þegar við tökum ákvörðunina, þá ég tek mína ákvörðun út frá því að bankakerfið haldi. Já. Finnst þér eftir á að hyggja að þú þurfir á eitthvað nátt að, ég veit ekki... Eftir á að hyggja, hefðum farið hinleiðina, þá hefði bankið farið líka í þrot. Og þá óvíst hvort það hefði líka nokkuð fengist upp í þessar kröfur. Já, en þið stjórnarmenn sem að núna... Þannig að kannski vorum við að fjalla ef þú ert að tala þessi ólöglegt eða ósiðlegt, þá vorum við að tala að framkvæma kannski ólöglegar og ósiðlegar aðgerðir hvoru tveggja og við vorum að kannski orða þannig, þótt að við fengið ráðgjöf að þetta mætti, að velja þá sem væri skári. Já, telurðu núna að þessi ráðgjöf sem þið fenguð þetta inn á stjórnarfundunum hafi verið röng? Ég hef ekki ástæðu til að draga það í efa. Nei. Þú segir í yfirlýsingunni þinni á einum stað að markmiðið var að verja banka frá falli því miður breytti staðan og eftir á hyggja var svo ákvörðun byggð á röngum forsendum. Svo segir stuttu síðar í yfirlýsingunni þinni að það sé erfitt að sjá að þið geta tekið aðra ákvörðun. Já. Hvernig kemur þetta heim og saman? Ég að segja, hefðum við farið hina leiðina, þá hefðum við verið að vísa bankanum beint í þrot. Og þrátt fyrir það að við vitum hvað gerðist eftir á, þá hefðum við ekki getað valið þá leið. Já. Þið fórum með öðrum orðum ranga leið? Nei, það sem ég að segja, við hefðum ekki getað farið hina leiðina. Þá vorum við beint kannski að vísa bankanum í þrot. Þarna vorum við að reyna að sigla bankanum í gegnum þennan ólgusjó og mínum að þið voru þá kannski að víkja tímabundi frá þessum veðkröfum. En á hverju segirðu tímabundi? Það liggur ekkert fyrir það að þetta átt að vera tímabundi. Ætluðu þið að labba til starfsmanna eftir á að segja já, núna þurfum við að dempa veðunum á ykkur aftur? Nei, þetta er absolutt gjörningur. En mínum huga var það að þegar við kæmumst í gegnum þessar þrengingar, þá myndi hlutabréfaverð í bankanum hækka á ný. Og var það þá þín hugmynd að þessi veð ættu þá að verða þess eðlis að þau færu aftur á? Bankinn myndi aftur fá þessi veð? Veðin eru til staðar. Þið fellduðu niður? Nei, veðin... Þið fellduðu niður þessar persónulega ábyrgð. Hefðu þær átt að koma aftur inn? Var það þín skilningur á hlutunum? Þannig að starfsmennir lögðu hlutabréfið að veði fyrir skuldunum og auk þess voru með persónulegar ábyrgðir. Þið fellduðu niður persónulega ábyrgðirnar og þú leist á þetta sem tímabundið ástand. Hefði þá aftur átt að taka upp þetta veð seinna þegar að bankinn var kominn fyrir vind? Það var ekki rétt. Það var ekki rétt. En hvernig stendur á því að lífeyrissjóðurinn þinn fjárfestir svona mikið í Kaupþingi og Exista sem eru svona rosalega samtvinnuð fyrirtæki og bakkavör í stað þess að kannski dreifa áhættuna örlítið meira í því? Fyrsta lagi bara geta þess að það sem ég setti í stjórn Kaupþings, þá var ég vanhæfur til að fjalla þau mál í stjórn lífeyrissjóðsins. Þannig ég skipti mér ekki að þeim ákvörðun. En hins vegar alveg ljóst að það voru mjög fá fyrirtæki orðin, alvöru fyrirtæki eftir í Kauphöllinni. Þannig ég held að lífeyrissjóður verslunarmanna var ekkert með mikið hærri stöðu eða bara sambarlega stöðu og hinn stóru lífeyrissjóðnir í þessum. Þannig ekki varhugavert fyrir lífeyrissjóðun og fyrir þig sem hefur vel að gagnrýna ofurlaun að fjárfesta í fyrirtækjum sem eru með þessi ofurlaun vegna þess eins og þú segir í yfirlýsingunni þinni, þessi ofurlaun geta leitt til skelfilegra niðurstaðna. Jú, ég hef gagnrýndi það á sínu tíma þegar þetta var svona að byrja og ég hef tvisvar skrifað leiðar í VR-blaðinu þar sem ég varpað því upp hvort að við erum að fara að taka umræðum hvað eru siðleg laun hjá æðstu stjórnendum og meðal annars kannski fyrir mín orð þá höfum við tekið upp svona vandaða stjórnarhætti í stjórn Kaupþings að vísa þessum ákvörðum varðandi starfskjör og hlutabréfa kauprétti til aðalfunda
Og það verður bara að segjast eins og að það var algjör þögn í samfélaginu. Það hafði engin áhuga að ræða þetta. Nei. Þannig mér fannst ég oft á tíðum vera með svona hjárauma rödd í að ræða þetta. En finnst þér ekki samt eðlilegt úr því að þessi ofurlaun sem eru nú tengt kaupþingi að mörgu leyti í hugum fólks og fleirum reyndar, það sé óeðlilegt að þið séuð að fjárfesta í slíkum fyrirtækjum sem að hegða sér með slíkt, þannig með ósiðlegum hætti ef ég skilji rétt? Það má gagnrýna það. En við, og þess vegna, eins og ég í þessari stöðu, þess vegna taldi ég að það verið miklu hreinlegra, eins og við höfum gert hjá okkur, að taka þessa ábyrgð og tilnefna þá mann í stjórn og reyna að hafa áhrif á þetta, heldurinn þá að bara kaupa og þiggja arð af hlutabréfum. Við vorum þá að reyna að hafa áhrif á hvernig þetta verið gert, en það er ljóst að fulltrúi, eða ég sem stjórnarmaður þarna réð ekki ferðin í þessu mál. Nei, en svona í ljósi þess að þú hefur verið að gagnrýna þessi ofurlaun, er þá ekki svolítið skrítið að þú takir síðan ákvörðun það að kippa ábyrgðinni úr sambandi, ef svo maður segja, að taka ábyrgðina af sem gerir það verkum að menn tapi peningum þegar illa gengur? Ég skal fara yfir þetta aftur sem við fórum aðan. Mín sjónarhorn var að bankinn væri traustur og við myndum fara í gegnum þetta. Stóðum frammi fyrir þessum tveimur kostum. Annar, í mínum huga, myndi leiða bankann í þrot. Hinn myndi vonandi, eða með að velja hinn, þá hugsanlega myndi sigla í gegnum þetta og þá myndi þessi veð á bakvið skuldirnar standa. En þegar að þú horfir núna framan í allt fólki í VR, sem margt hvert hefur tapað peningum, og þú ert sjálfur ábyrgur fyrir þessari aðgerð ásamt fleirum, 25. september, finnst þú geta setið áfram sem formaður VR í ljósi þessa? Ég er með stjórnarfund akkurat núna, þau bíða eftir mér niðri á skrifstofu og erum að fjalla um þetta. Ég tel að ég hafi komið alveg heiðarlega fram í þessu máli og er að skýra það hér. Ég tel mig ekki bera ábyrgð á alþjóðakreppunni, fjármálakreppunni og því sem hefur verið gert hér á undanfarna árum, þannig við lendum í því. En ef ég er ábyrgð... Þið lendið náttúrulega ekki bara í einhverju. Á hverju erum við alltaf að lenda í öllu hér í þessu samfélagi? Þið hljótið að bera einhverja ábyrgð. Ég ber ábyrgð á því sem ég hef gert, já. Og myndu axla þá ábyrgð með því að hætta sem formaður VR? Það er vantarlega áleitin spurning fyrir þig. Fyrir stjórn mína að fá að stýra mín mál út fyrir mínu fólki og hyggst kalla til trúnaðarráðs og trúnaðarmannafundar í næstu viku og fara yfir þessi mál og kanna hvort að ég nýt traust. Stjórnin lýsti við fullu traust á mig í þessu en hafði vissulega áhyggjur af að ímyndi eða orðspor VR hefðu skoðast í þessari orðahríð. Og mér finnst líka að það hafi verið svona, menn komnir út með kvíslarnar eins og fréttin í Morgunblaðinu í gær, það er birt nöfn aðila og íjað að því að það er þeir sem hafa verið að fá niðurfellda kauprétti. Mitt nafn er þar og kona mín. Ég bara lýsi því yfir að ég var ekki með neina kauprétti eða nein lán á bak við mín hlutabréf og keypti þau bara og tapa því öllu. En ef ég ber ábyrgð á fjármálakreppunni í heiminum þá erum við vissulega vondum málum. Tíminn er búinn, takk fyrir komuna.